Má ég spyrja einu? Já, gjör svo vel. Þú ert að varðandi loftmagnið í íbúðum. Þú segir þetta sé alltaf mikið loftmagn, ég get svo sem tekið undir það. Já. En það tekið að uppfylla byggingarreglugerðina. Eða ef við dreyma. Og þurfu ekki uppfylla byggingarreglugerðina? Helst ekki. Nei, ég veit það, en okkur leiðist samt eiginlega ekki að gera annað. Nei. En hvað lifir þú þér? Þú notar það greinilega ekki, hvað notar þú mikið loftmagn? Ég reyna að miða við hann EN staðar þegar ég hanna svona íbúðarloftmagn. IST EN 1525. Það er vísað henni í byggingarreglugerðinni, þótt að þetta sé ekki beint talað þetta sko. En einn punkturinn segir það er samt þá að hann í kerfi sem það loftandi, ef þú varst með loftandi sem annan með loftandi að uppfylla samt frækna reglugerð, en þú keyrir það bara upp, þá er komið með loftandi sem beðið reglugerð. Það er það sé getur sýnt á að uppfylla kröfunar, en þú hanna kerfið eins og skynsamlega. Þannig að blása hann nær uppfylla loftmagnið. Já, þú getur skrúað þetta í botn og kannski komist eitthvað nálægt í saman. Því að þetta eru svo margir ventlar sem við þurfum að setja útliðana til þess að ná allir þessu loftmagni. Ég veit það. Ég bara í þessu núna bara þessa dagana og það er alltaf bara vá. En líka bara ímyndað er orkukostnaðinn við að fá allt þetta loft inn í húsið. Ég var að skoða daginn herbergi sem eru eins og hótelherbyggi, allt saman brunahof. Já. Og ef þú fylgir reglugerðinni þá skiptir maður loft í því húsnæði rúmlega allt rúmmálið á klukkutíma. Rúmlega allt loftmagnið. Þetta er náttúrulega þvæla. Þetta er mjög skynsamlegt sem sagt að hafna þetta þannig að þetta sé í samræmi við reglugerðina, en hver fylgir svo með hvernig þú keyrir þetta? Bara deila reynslu með íbúður með 25 metra sem var draga frá mikið út og það eru komið 2-3 loftskipti klukksund í einu þessa íbúð. Já, því að við erum með eldhús og við erum með bað, þessu lítil sem íbúðin er. Við erum með 40-50 lítra í kannski 30 lítra. Við höfum líka skrifað minnisblað bara með og sagt að við ætlum ekki að nota allt þetta loftmagn. Það make ekki sens að gera það sko. Og þá kannski höfum við hannað stokkakerfi miðað við þessi að það hægt að setja stærri blásara ef einhver vill einhvern tímann breyta þessu. Það er ekki líklegt. Má ekki skrifa þetta sem reyklossur líka? Já. Einn svona bara almenn spurning sem rafvirki leikmaður, þú veist að segja kostnaðurinn hækki með því að hafa falskt loft sem að sér myndi leysa mjög margt svona. Ég veit í Þýskalandi, í high-end húsum þar, ef þau séu steypt þá þetta engum í hug að hafa bara styrtu plötum, setja allir falskt gifsloft. Þannig að ledduframleiðandi þeir bara dettur ekki hug að gera svo við að byggja inn ledduperu í steinsteypu. Það er bara að deyja og við erum að lenda í töluverðum brunum í halókalýsingum með innfæddum. Það kveiknar ekki húsinu, en lamparnir eru að deyja á 10 árum þess að þeir fá enga kælingu. Þannig að þegar maður hugsa kostnaðinn ef við tökum þó vökkutu grafargreiningu, þá held ég að við getum alveg farið að reikna þetta. Það er hagstæðara að hafa þarna X-bíl aðeins meiri steypu en koma alveg loftræstingu og leysa mjög mörg vandamál. Skal benda verkefnum á þetta. Það komst ekki grafa, það þurfum að koma þessu umræðu á fólk. Ef þú skoðar byggingarreglugerðina þá má vera lægra loft til lofts í svefnálmum og göngum. Það hægt að taka hluta yfir. Já, það taka hluta í íbúðinni sko, þó að alrými sé fyrir undir. En það er ekkert óalgengt að það sé gert. Nei, En myndum við gera það oft sko. En hins vegar vilja verktakar að síða því að þeir eru að reyna að byggja þeim satt og þau geta. Þeir vilja helst bara að setja kerfið í steypuna og þá þurfa þeir ekkert að kalla á bleikana náttúrulega. Já, bestu þakkir. En það hefur áhrif að tengja öllu þessu röramagni í steypuna, það hefur áhrif á burðarvirkið þannig að þú ætti að hjálpenda fyrir þessu. Já. Þannig að það kostar líka peningar. Þetta tengist Þetta er nefnilega með niðurhengdu lofti það er það sem ætti að gera. Setja bara í þetta niðurhengdu loft og geta komist að þessum kerfum til endurnýjunar og svo framvegis. Þetta er ekkert endanlegt. Hvað ætla menn að gera þegar að hittalagnirnar sem eru að steypa inn í gólfinu róndar? Rífa húsin? Brjóta.
hreins allt út úr þeim til þess að skipta þetta. Þetta bofna. Þetta oft þetta rörkerfi í hítalunum. Það svona eins og ramasýrar, þú nærðum samt að þið verður ekki hildið út. Við skulum, þetta er búin að vera mjög góðar umræður hérna hjá okkur og við erum komin að síðustu fyrirlesurum dagsins hjá okkur. Þeir eru 2 og það er annars vegar Elvar Ingi Jóhannesson sem lauk mastersprófi í byggingaverkfræði Tækniháskólanum í Kaupmannahöfn 2009 og hefur starfað á bruna- og öryggissviði hjá Eflu verkfræðistofu síðastliðin 8 ár við brunahönnun bygginga og einnig við innleiðingu á BIM aðferðafræði. Hann er búsettur í Bandaríkjunum en sinnir verkefnum hjá Eflu í fjarvinnu þaðan. Og svo höfum við Árni Árnason sem það leikur við að taka ekki að kynna hann hérna í þessum hópi en ég ætla nú að gera það samt. Hann sem sagt lauk mastersprófi í byggingaverkfræði frá Cornell University í Bandaríkjunum árið 1979, starfað hjá Fjarhitun og síðan hjá Brunamálastofnun en hefur verið hjá Línuhönnun sem nú er Efla frá 1997. Hefur hann að burðavirki, lagnir, háspennulínir og auk þess eiga langan starfsferil sem brunahönnur. Árni hefur verið í Brunatæknifélaginu frá stofnun þess 91 og gjaldkerið þess mjög lengi. Þessi lýsing kemur frá honum sjálfur og ég held þessi löngu hættur að telja. Hann heldur meðal annars út í vefsíðu félagsins og tekur fundina upp á vídeo þannig að það er spurning hvort að við mönnum einhvern annan á kameruna meðan Árni heldur sinn fyrirlestur. En ég ætla að bjóða þá báða að gjöra svo vel. Kameruna. Þetta er í gangi, passaðu. Já, komið þið sæl. Ég ætla að játa fyrir ykkur að þið sjáu nú að Elvar er ekki hérna. Það var eiginlega Elvar sem skrifaði þennan fyrirlestur og gerði þessar glærur. Og ég er eiginlega bara bútalari. En ástæðan fyrir því að Elvar er ekki hérna að flytja fyrirlesturinn sinn er eins og Hanna Málfríður nefndi, hann er búsettur í Bandaríkjunum og er staddur þar á vesturströndinni. Og ástæðan fyrir að við fengum hann ekki á Skypeið er einfaldlega svo að klukkan er 4 á nóttu í honum með þá. Og ég bara fékk hann ekki til að fara á fætur svona snemma. Og þess vegna siti ég uppi með að flytja fyrirlesturinn hans Elvars, þó ég nú kannski eitthvað í honum líka. Vonandi. Við ætlum kannski í þessari kynningu að tala um tvennt. Annars vegar að líta yfir möguleika til tæknilegar hönnunar loftræstikerfa þar sem að valið er að fylgja ekki viðmiðunarreglunum. Förum yfir kröfurnar með sérstakri tilvísun í TS 428 og hvernig þær mátast við meginreglur byggingarreglugerðarinnar og jafnvel ekki. Tölum ástæður reykdreifingar í loftræstikerfum og mögulegar leiðir til að sporna gegn reykdreifingunni. Og síðan í seinna hlutanum þá ætlum við aðeins að tala um uppbyggingu lagna skakta og hvernig er þetta útfærað þau í stórum dráttum. Við tölum fyrst kröfubyggingarreglugerðarinnar, þetta hefur nú verið komið inn á áður. Það eru alveg nokkra meginreglur í greinum 9.6.14 og það er svona 3 meginreglur og aðal meginreglan er meginregla nr. 1 að loftræstikerfið skuli hannað þannig að það rýr ekki brunahólfun né breiða út eld eða reyk og
Sumir vilja meina að þetta ætti bara að vera eina meginreglan eins og það komið fram hérna á þann og við getum endalaust, vonandi ekki endalaust deilt það en velti fyrir okkur hvort það ætti að vera þannig. Ég sé nú svona dálítinn galla á byggingarreglugerðinni að það óþarlega oft verið að setja meginreglur sem að eru í rauninni viðmiðunarreglur og á að vera hægt að víkja frá með góðan rökstuðningi. Síðan meginregla númer 4 það að það sem liggur inn í augum uppi að loftblásarar þurfa að þola þann hita sem þeim ætlað. Og síðan meginregla 7 að þegar loftræstikerfið brunatæknilega hannað þá skal sýna fram á með útreikningum með raunhæfu brunatilviki að hönnunin standist kröfur meginreglu 1. Og hérna má nú kannski rifja það upp að í grunninn erum við að tala 3 megin aðferðir alltaf við að tryggja megin markmið brunavörnum loftræstikerfa, það er að segja meginreglu 1. Við getum fyrsta lagi verið að með sjálfstætt kerfi fyrir hvert brunahólf og það eiginlega kerfi sem Brynjar var að lýsa hérna áðan. Eða ef við erum með einbýlishús eða eitthvað slíkt og þá sjálfur sér engin vandamál og engar líkur á það að eldur eða reykur fara á milli brunahólfa þegar brunahólfið bara 1. Aðferð B að setja brunalokur í öll brunaskil þar sem normillin kallað stenginne og þá erum við bara með að loka reykinn inni þannig að hann get ekki, vonandi ekki, borist yfir í næstu hólf. Og þessar 2 aðferðir þurfa svo sem engan sérstaks rökstuðnings eða útreikninga yfirleitt. Við bara setjum lokurnar þar sem að brunaskilin eru. Síðan það 3. aðferðin sem við erum alltaf að tala hérna, það með blásurum í gangi til þess að uppfylla meginreglu númer 1. Síðan koma viðmiðunarreglurnar og viðmiðunarregla númer 1 þessi dularfulla regla hérna. Heimilt að beita þeim ákvæðum staðalsins DSG 28 eða annarra staðla sem Mannvirkjastofnun samþykkir og samrýmast meginreglum þessara greinar. Hvað eiginlega verið að segja þarna? Skilur það einhver? Þetta verið að segja að megi beita þeim ákvæðum sem Mannvirkjastofnun samþykkir úr þessum staðli sem Mannvirkjastofnun samþykkir og þá væntanlega samrýmast meginreglunum því að annað myndi stofnunin ekki samþykkir. Eða verið að segja að það megi beita ákvæðum staðalsins DSG 28 eða annarra staðla sem stofnunin samþykkir. Þetta er ólíkt sko. En fyrri skilningurinn hlýtur eiginlega að vera sá að því að það stendur þeim ákvæðum sem Mannvirkjastofnun samþykkir. En hvor skilningurinn sem réttur þá snýst þetta náttúrulega það að við megum ekki hægt að lesa eftir að Mannvirkjastofnun samþykkist því að þetta snýst það að það má bara nota þau ákvæði sem samrýmast meginreglum þessari greinar. Og það er ekki alltaf tilfellið. DS 428 segir að almennt sé nóg að miða við 50 Pascal þrýstingsmun fyrir kerfi með útslagsblásar í gangi. En þetta er ekki algilt því að aðstæður geta verið mismunandi. Það getur verið mismunandi brunaálag, mismunandi húsgerðir, það getur verið verulega munur í stærð rýma
og í loftþéttum og velbyggðum húsum vonandi, að þá getur verið byggst upp meiri þrýstingur heldur en þessi 50 Pascal áður en að kemur til að eitthvað lætur undan þrýstingnum og léttir á hann. Og þá þurfum við að sýna fram á, og það er þörf á útreikningum með raunhæfu brunatilviki til þess að geta sýnt fram á að kröfur meginreglu 1 sé uppfylltar. Það er ekki alveg sjálfgefið að 50 Pascal dugi til þess að það fari ekki eldur eða reykur kerfið. Ástæður reykdreifingar eru þessar. Fyrsta lagi myndast yfirþrýstingur við bruna þar sem loftið í rýminu þenst út þegar það hitnar og leitar eftir að komast þangað sem þrýstingurinn er lægri. Og með heitur reyknum þá fylgja eitraðar lofttegundir sem eru hættulegar fólki. Yfirþrýstingurinn hann getur orðið hvað mestur rétt áður en gluggar brotna eða eitthvað annað gerist sem að léttir þrýstingnum af. Og þegar það gerist þá minnkar hættan á reykútbreiðslu. En varnir gegn reykdreifingu það miðast fyrst og fremst við fyrstu stig brunans, ekki eftir að yfirtendurinn er. Það sem gerist í bruna, í einhverju brunahólfi, ef við erum í þessum tilfelli með útsóskerfi, eingöngu, eldur kviknar í rými 2 og þegar reykflæðið vegna yfirþrýstings frá rými 2 yfirstígur afköst blásaranna og drugar ekki blásarinn til að draga reykinn út úr rými 2 og þá fer hann að flæða inn í rými 1 og síðar í rými 3. Og eins og sagði áður að mesta hættan að þetta gerist er að á byrjunarstigi bruna meðan allt er lokað og ekkert hefur látið undan. Aftur ef við erum bæði með út- og innblástur þá getur þetta gerst. Eins og áðan að reykur flæðir inn í gegnum útblásturstokkin og einnig getur hann flætt í gegnum innblásturstokkin. Og það þarf ekki stór bruna til þess að yfirþrýstingur í rýminu yfirstigi 20 til 100 Pascal þrýstiheill. Og þetta, ég veit að menn hefur greint alltaf á það hvaða rauninni mismunandi þrýstingur getur byggst upp og ætti að reikna með í þessu. Og menn hafa alls konar skoðanir á því, en okkar menn hafa gert ákveðnar rannsóknir á þessu og sett upp reiknimódel og með sem módelar útbreiðslu reyks á milli brunahólfa og þar sem að hefur sýnt sig að það getur byggst upp, það getur flætt reykur á milli hólfa við þær aðstöður þegar sem að uppbyllarinn í staðalinn. Þetta er 50 Pascal mismunandi. Þannig að staðallinn er ekki alltaf að tryggja það að meginreglur, byggingarreglur gera sig uppfylltar. Hvað er til varnar í þessum kerfum gegn reykdreifingu? Það er oft hægt að sleppa við bruna- og reyklokkur með brunadegli á hönnuðu kerfi og reykblásarinn í gangi, blásar í gangi. Og þá þarf að taka tillit til aukningar brunaafls í rýminu og þá eru forsendurnar yfir þannig að það þarf að reikna með hröðum brunavexti nema sér sýnt fram á annað og reykflæðið, þannig er náttúrulega verið að tala ákveðna reikniaðferð samkvæmt staðli. Þá skal reikna með 1500 Pascal, en ekki 50, nema sýnt sér fram á annað. Og á fyrstu
stigum brunnans áður en yfirtensinu verður, þá má reikna með að hitastigið fari mest í 350 gráður. Nú það þetta að setja þrýstiminguna ventla í útveggi eða eitthvað slíkt til þess að rétta þrýstingnum og auðvitað þess að hindra þessa yfirþrýstingsmyndun. En þetta þarf að sýna fram á með útreikningum líka. Nú síðan væri hægt að vera með sjálfstæða útráðsstokka upp í safnstokk frá hverri íbúð efst í húsinu og hafa framhjárhlaup til þrýstingsminkunar. Og sú lausn hefur oft verið notuð í fjölbýlishúsum en setur kröfur hægt sé að minnka þrýsting í safnstokki efst í kerfinu með lágu þrýstingsfalli með viðunandi hætti. Í stað framhjárhlaups væri einnig hægt að reikna með blásara í gangi en þá þarf að taka tillit til hitaþols hans vegna aukins hita. Þetta hita þannig blásara. Í innblásturkerfið þá, eins og við komum fram með, það er ólíklegt að reykur berist í innblásturstokka eða þeir eru nærri gólfi. Það er minni reykur sem berst þangað. Rannsóknir hafa gefið vísbendingum að takmörk og reykdreifingu eiga sér stað ef dreifar eru niður í gólf, en frekara rannsókna er þó þörf að það getur litið á það sem algild lausn. Og svo er þetta að setja einstefnulokur á innblásturstokka til að koma í veg fyrir reykdreifingu og með því að hanna kerfið þannig að útsog haldist í gangi má þannig spara 2 bruna- og reyklokur per rými á móti einni einstefnuloku. Og síðan er mögulegt að breyta innblæstri í útsog en þá þarf að sýna bæði fram á virkni kerfisins og að það myndist ekki of mikill undirþrýstingur í rými sem mögulega geti hamlað rýmingu. Þetta er náttúrulega atriði sem við þurfum að taka til bara hönnun reykútsog yfir höfuð. Og hérna eru nokkuð dæmi verkefni sem okkar menn á Eflu hafa hannað loftþrýstikerfi í með brunatæknilegum aðferðum. Þau eru með ýmsu móti, ýmist útráðskerfi eingöngu eða innblástus útráðskerfi eða sjálfstæðir stokkar upp í safnstokk. Ef þið viljið vita meira þessi kerfi þá getur Brynjar örugglega sagt ykkur eitthvað af þau. Eða Ronald eða Almar eru við með þeirra. Nú síðan er eitt atriði sem við ætlum aðeins að koma inn á, það er grundvallar útfærslur á lagnaskömmtum og þar erum við að tala að þau getur verið ýmist opið eða lokuð og við getum áætlað virkni þeirra með svokallari samlagningaraðferð og þau getur líka verið blanda þessum tvennum. Og hvort að skaktið er opið að lokað, það fer eftir í hvort að það er brunatæknilegur aðskilnaður í hæðaskilunum innan skaktsins. Ég er ekkert í fljótum bræði að sjá mismunum á þessum tveimur myndum, ég var smástund að áttum á því, en þarna er lokað skakt þar sem það er steypt eða lokað að stokknum í skaktunum, eins og það er ekki. Og með samlagningaraðferðinni er brunamótstaða hvers hluta skaktsins lögð saman til að fá út brunamótstöðu milli brunahólma. Og þá vorum við bara að rekja leið eldsins í gegnum skaktið og hæðaskilin ef þau eru fyrir hendi. Og hérna er dæmi svona útreikning. Járnarlaggarskaktið með í 60 skaktveggi
þá fáum við heildarbrunamótstöðuna þess að 60+60, það er 120 mínútur sem myndi uppfylla kröfu skil milli íbúða. Skaktið er lokað og hæðaskilin eru E30. Veggirnir á skaktinu geta þá verið 30 og þá fáum við summuna 3x30 90 mínútur. Síðan má minnast að það ef það er vatnsúðukerfi þá lækkar þessi krafa eins og brunarkrafan almennt getur gert. Við getum með blanduð lagnarskakt þar sem við erum ýmist með brennanlega efni og þá erum við gjarnan að setja skilvegg innan skaktsins í E15 á milli. Til þess að hindra að við fáum bruna útbreiðslu á milli lagnanna í skaktinu. Nú, ég hafði 10 mínútur samkvæmt dagskránni. Það var smá misskilningur. Það var kannski smá misskilningur en ég er eiginlega búinn með að segja það sem ég ætlaði. Hérna er dæmi frá útlöndum stokka í loftræstikerfi sem að einhverjir geta eflaust tekið sér til fyrirmyndar. Spurningar úr sal? Ragnar Hauksson í Verkís varðandi opinskap í kjörfyrirskapnum. Er ekki nauðsynlegt að einhverja stokkana líka? Í opinskapti? Já, að sjálfstæða stokkur og meðstöða að virka gegn alltaf í stöður. Já. Þú þarft að tryggja ákveðna brunamótstöð á milli stokkanna í skaktinu. Milli stokkana? Já. Þannig að það þarf að bruna einhvern. Já. Talum að milli eins og hérna í þessu tilfelli. Þá er ég líka bygtina á einabrunni, getur við ekki bara lagt svona 2 bygtir, sagt að það sé. Þannig við getum verið með 25 mm, 30 mm, 1 mm stokk. Þetta verður til hver krafan er. Þeir geta kannski upplýst þetta nánar flagnarmiðinir okkar. Nei. Ok. Líka hvort það séu þá aðra lagnir í stokknum og hvort það séu opinn eða lokaður eða brunulokku. Það er annað heldur en ef hann er, eða þú ert að tala um opið, það er svona opið, þá getur farið mjög hiti upp í stokkina og þá má ekki geta kveikna í raflögnum eða öðrum lögnum sem geta verið inn í sjaktinu. Þarna erum við að tala um að setja skil í stokkin eða raflagnir og aðeins brennanlegt í skaktinu að aðskilja þetta frá stokkunum loftræstistokkunum sem eru þá óbrennanlegir á þessu tilfelli. Ef þetta eru plaststokkar þá erum við ekki að gera þetta svona. Birgir, þetta skakta, hvað er þetta bara stokkur? Hvaða uppfinningar var að fann þetta óvitað? Já, eins og ég